Rúnar, 2-0 sigur í Ólafsdalnum á móti FH í kvöld. Ertu ekki sáttur? Óbúslega sáttur. Frábært að vinna FH, þetta hörku lið og erfitt að spila við þá. Þeir eru með flottu upplegg og stóra strákar frammi sem eru að dæla boltanum á og eru bara stóra hættulegir og mér fannst við gera frábærlega að verja markið okkar vel í dag. Þrátt fyrir að þeir kannski að mínum að þeir oft fengu að koma boltanum inn í. Við vorum að forðast það en þú veist, eftir 1-0 þá svona fjallum við fullt mikið tilbaka. Mér fannst seinni leikurinn betur okkar halvu hvað það varðaði en bara frábær sigur og halda hreinu bara geggjað. Tapið 2 leikjum í röð hérna rétt fyrir landsleikjahléið. Hvað nýtur landsleikjahléið svona sérstaklega að fara í? Bara að gefa leikmönnum frí, leyfa þeim að anda og njóta þess að hvíla sig aðeins. Við þurftum á því að halda allir og svo byrjuðum við eftir fríið að æfa eins og skepnur, æfðum vel, góðar æfingar og strákarnir voru rosalega móttækilegir fyrir öllu sem við gerðum og léttum aðeins á þessu og reyndum að fara í grunnatriði sem í rauninni hefur ekki verið einn tími til að gera þegar þú spilar 10-11 leiki á stuttum tíma í upphæði móts í deild og bikar. Þannig að alvöru æfingar sem við fengum og það hjálpar. Já, Hugo Óskar skorar í dag, komið 6 mörk í deildinni. Hvernig hefur hann að trekkja hann í gang hérna í ár? Nei, bara gefa honum trú, sjálfstraust, leyfa honum að spila og leyfa honum að spila eins og hann vil spila og með einhverjum takmörkunum þó og hann hefur bara fengið að blómstra í þessu hlutverki sínu og hann hentar okkur vel að hafa hann frammi í 2 manna senderakerfinu og svo fer hann stundum út á kanti eins og það sem hann vill stundum vera og við bara kompensetum það einhvern veginn öðruvísi og hann har gert það vel og ég ánægður með strákarna hvernig bara hafa tekið honum og öllu nýju leikmanni sem hérna. Ég er með hörku flottan hóp, ég er með hörku samkeppni og eitthvað af meiðslum, þannig að hún mætti vera harðari en einhvað síður þá bara eru allir að ýta okkur aðra og það skiptir miklu máli að vera með breidd í þessu og það er allir að berjast sæti í liðinu og það er allir að leggja sitt af mörkum og það gerir bara eina betri sem að fá að spila því þeir þurfa að passa upp á að halda sæti sínu. Fred spilar hérna sína fyrstu mínútur síðan bara 10. maí. Hversu ánægilegt er það? Fá hann aftur? Algjörlega geggjað. Maður bara sér Ronna sem kemur yfir allt liðið þegar hann kemur inn á. Við erum nýbúin að skora 2-0 og þetta róast þetta aðeins en bara hann er það öruggur á boltanum og Sæmann er öruggur á boltanum og að hafa 2 svona gauðra á miðsvæðinu þegar við þurfum að passa boltan betur og halda honum lengur heldur en við gerðum í fyrri hálfleik eftir 1-0 marki þá sér maður bara stóran mun á liðinu strax í upphafi sigurins eða strax þegar Fred kemur inn á fyrir. Afturhelding í Mosó næst, þeir eru erfiðir heima að sækja? Já, vissulega. Þetta er bara afturhelding það er ekkert lið í deildinni sem er lélegt, það er öll góð og deildin er líka að spilast þannig eins og við sjáum bara á stigatöflunum. Það er ótrúlegt hvernig hún hefur spilast og við áttum góðan sigur á móti afturheldingu hér í deildinni fyrir í sumar en tölur með heimleik endurspegluðu kannski ekki alveg leikinn því að afturheldingum er frábært lið og þeir spila flotta fótbolta og Maggi búinn að vera liðið í mörg ár og þeir þekkja allir svona sín takmörk og sínar leiðir sem þeir fara og þeir eru stórhættulegir og erfiðir viðureignar þannig að það verður bara væntanlega hörku bikarleikur. Takk fyrir.